En þetta gæti verið spennandi því að eins og ég segi, sko, það væri úrskandi fyrir bara okkur sem erum að fylgjast með þessu að Tristan og Nanna tækju, já, ég var náttúrulega að tækja 2.90 en ég sé að Tristan gerir það ekki. Heyrðu, ég kem inn eftir smástund aftur. Góðan daginn áhorfendur og velkomin með okkur í Keilu. Það hérna Íslandsmót para milliriðill, ef við getum kallað það svo. Það 7. leikur í gangi núna og það svona nokkuð ljóst hverjir að fara í úrslitin, en eins og ég segi, það alltaf einn leikur, en það nokkuð ljóst hverjir að fara í úrslitin. Það annars vegar Linda Hrönn Magnúsdóttir og Gunnar Þór Ásgeirsson og hins vegar Ásgeir Karl Gústafsson og Katrín Fjóla Bragadóttir. Þetta þau tvö pör sem eru dómarandi núna. Það rosaleg brekka í 3. sætið. Það sko 140 pinnar þýskabát í 3. sætið og það 70 pinnar á mann eða 100 og svo 40 yfir. Þannig þau þurfa helst að spila sko 500 á lágmarki. Þannig ef þau ætla að reyna að gera tilkall því að bæði Gunnar og Linda hafa verið að spila fínt og Katrín og Ásgeir þau lágu leikirnir þeirra gætu kannski verið 380. Þá dugar ekki 500 einu sinni sko. Þannig að það hörkubrekka og það eins gott að setja nagladekk og keðjur á ef það spólum þessa brekku. En það allt hægt, en þá líka þarf allt að ganga upp. Og ef við kíkja aðeins á Nönnu og Tristan, að Tristan með einn opinn, Nanna með lokað. Og það slæmt þessi einu opni, hann getur verið dýr. Og Hinrik Óli Báralíf með lokað feikju, fellu feikju. Hinrik var með 2 fellur og misti í rauninni kasti bara yfir. Þannig að hann misti alveg marks á þessu. Linda með 3 fellur og Gunni með 9 feikju og 9. Og það nú gaman að Hinrik næði þessu. Þetta ekki skemmtileg leik. Þetta bara þessi aftari pinninn hann yfirleitt hundleiðilegur. Þess vegna þarf að taka þetta með svona bolta sem beygir. Já, þetta vont. Þetta vond leik. Það bara 3 amigos og einhver með. Og Tristan hann bara með 9 og það dugar bara alls ekki. Þau verða að fara að henda í fellur ef þau ætla að vera með þessari baráttu. Ásgeir Karl með feikju í 1. fellu í öðrum og sýnist mér bara að vera nei, 7 dansaði þarna ef ég líka greip hana. Svona þetta. Þetta ekki alltaf, það ekki alltaf hátíð í bæ, sko.
þetta verður æsi spennandi úrslitaleikur ef að þessi tvö pör klára þetta, því þetta eru hörku pör. Og Linda með 3 fellur og svo 8 og feikju. Og Gunni bara með 3 feikjur. Ásgeir Karl 9 fellu, 9. Þannig að hérna, já, þetta lítur alveg vel út fyrir þau. Þau þurfa bara að halda þessu, þau þurfa bara að halda haus. Þau þurfa ekkert að gera neitt meira. Hafþór er að kasta með 2. Já, og fékk fellu. Nanna loka sínu, það er bara ekki nóg. Feikjur er bara ekki nóg núna. Af því að andstæðingar þeirra eru alveg að loka þó þessi ekki að gera neitt annað. Þetta bara sólít og loka. Bæði Ásgeir Karl og Katrín Fjóla eru með feikju, fellu og feikju. Það er að segja að Katrín Fjóla lokar þessu. Þetta er ekki flókið, sko. Þetta er ekki flókin leif. En eitthvað var hún efi sjálf, en þetta var einfalt að loka. Ég dáist Dagný þetta Þórisdóttir. Eftir svona langa fjarveru þá finnst mér það bara magnað að skuli geta kastað ennþá 6 leikir í gær og 6 leikir í dag og ég sé að hún er öll teipuð á handleggnum. Þannig að þetta var vel tekið. Það kastaði vel út og hélt hún myndi bara fara í rennuna en Húlan tók bara aðeins á rás. Hafþór með fellu og það verður gott fyrir hann að fara nú að fella bara út. Nei, það? Jú, svei mér þá. Það er duttu. Nanna og Tristan. Það er bara lokanir. Ekkert meira, það er engin flugeldasýning þar. Ég ætla aðeins að kíkja á stöðuna og koma inn eftir smá. Sæl aftur. Ég labbaði aðeins og skoðaði stöður. Ég veit ekki hvað þarf að gera til þess að sé hægt að henda þessu 2 pörum út. Það er eitthvað annað. Það var rosa vinnsla í kúlunni á Ásgeiri. Hafþór sett í eina alvöru.
mér finnst mjög aðdáunarvert að horfa á Báru Líf kasta. Hún að kasta mjög vel og hún að loka mjög vel. Þannig að, og meira fer ég nú ekki fram á hjá úrlingum. Þannig að bara skila boltanum vel frá sér og loka þessum leikum, þá þið í góðum málum. Og hún að kasta mjög vel. Hún kastar með 2 og virkilega vel gert hjá henni. Mjög vel gert hjá henni. Og það alltaf gott þegar maður kemur niður eftir að búin að kasta brosandi að þá veit maður að það eitthvað gott í gangi. Þó svo hafi ekki komið fella. Eins og við sjáum bara á skorinu hennar, þetta 9 feikja, fella, 9 feikja, fella, 9 feikja, fella, 9 feikja. Þannig að hún alltaf með 9 á 20 og fellir á 19. Og það alveg góður 200 leikur. Og svo bara ná þessu. Svo, vel gert, mjög vel gert. Ég mjög impressed á köstunni hjá þessari stelpu. Já, Matthías klikkaði hérna á leik sem hann árættur ekki að klikka á, sko. Hinrik með 2 fellur og bara hendi í einu upp og bara. Já. Flott kast. Hafþór, 3 fellur. Og værum bara nauðsynlega að setja eina, hlaða upp eina. Þar kom til 4. Það var glaðið með þetta. Þannig að sjáum við hvað getur gerst, eða þið sjáum það ekki, ég get sagt ykkur það þegar að Ásgeir kastaði að það stóðu eiginlega 3 eftir. En það svo mikið að gerast í boltanum hans allan tíman, alla veginn að hann bara, það duttu niður svona, bara hræðslu held ég. Það ný, 5 eftir, uppáhaldskælan. Það engin smeykur við 5 í dag. Eins og þeir vita sem að þekkja mig, var 5 mín erfiðasta keila, en hún það ekki í dag. Þetta var hræðileg keila. Fór alltaf annað, fór ég hægra megin fram í eða vinstra megin fram í og aldrei, og þetta alveg ekkert erfitt að hitta hann ekki. En svo bara tók ég á því sem að þurfti og eftir það bara fínt. Tristan með 1 opinn, 2 opna. Nanna með 1 opinn og þar með held ég að þeirra möguleiki hafi farið út dyrnar. Já, Ásgeir Karli með 2 fellur í röð. Þetta var skrítið. Já, vel gert. Hún tekur alltaf fellu á 19, þannig að hún getur bara kasta kúlunni einhvern veginn og það verður fella. En svo kemur 20. Það gaman ef hún tæki bara núna og breytti sér, svo tæki fellu á 20. Hafþór stoppaði og hendi eina viðbútt. Fellur og þarf að fá henni. Já, vel gert. Hann þarf líka að hafa þessi allan við eða það að vinna sýst sinna.
Dagný, setjum nú hérna. Það er rétt. Það er rétt. Bára fættur núna. Nei. Það er braut 20 er eitthvað ergjana. Hafþór 5 fellur í röð. Og ætlar að hlaða í eina viðbót. Já. Það er gott að enda svona ef maður hefur ekki alveg verið að finna sig. Það er vel gert bara. Vel gert. Hinrik með 4. Fyrst að hlaði í einu viðbót. Það er fínt að það er rosalega gott að enda svona, þú veist, hann er ekki labbað frá borðið og segir já, jú, þetta var gott kast. Labbað frá borðið og segja, ok, en af hverju gerði ég þetta ekki fyrr? Já. Þetta er allt saman skrítið, sko. Það er detta stundu skringilega þessi keilur. Það er eðlilegt. Það er, hafði það ekki verið búið áður þá er það búið núna þegar við erum bara í 160 leikinn. Þá er 40 aðeins mikið meira meðan hinn halda bara áfram að gera sér. Þannig að það er alveg ljóst að til úrslitamennin leikinn Gunnar Þór Ásgeirsson og Lindar Hrönn Magnúsdóttir annars vegar og hins vegar er það Ásgeir Karl Gústafsson og Katrín Jóla Bragadóttir. Ég held ég geti hattinn ef það gerist ekki. Og allir þá hattar sem í boði. En ég látum þetta gott að sinni. Ég ætla að fara að undirbúa úrslitin og ég kem svo smá.
er ljóst að Gunni og Linda verða í fyrsta seti 4.718 og í öðru sæti eru Ásgeir Karl og Katrín Fjóla með 4.650 25, 12 og 21.38. Þannig það er ljóst hverju verður úrslitum og við munum að sjálfsögðu streyma frá því. Þannig að það verður spennandi. Við komum inn á, nú eru olíubörð og bara kem ég inn á eftir.
Ja, þá byrjum við á þessu. Úrslitaleikurinn er að hefjast og reglurnar eru þannig að liðið sem var í fyrsta seti, sem er Linda og Gunni, þau þurfa að vinna 2 leiki, Ásgeir og Katrín Fjóla þurfa að vinna 3 leiki. Og Linda byrjar á fellu, það er alltaf gott að byrja á fellu. Það setur pressu á Gunna og léttir á sér og svo þarf Katrín bara að fylgja þessu. Ég sé að þegar stilti þannig upp að stelpurnar á móti hver annar og strákarnir á móti hver öðrum. Þetta er svona stundum þetta sálfræðistríð líka. Katrín Fjóla, fínt kast. Já, vel gert. 1-1. Allt jafnt. Þannig ef að rafmagnið er af núna, þá deila þau fyrsta setinu. Gunnar, gott kast yfir Hella. Gunni spila mjög djúpt. Og hérna Ásgeir Karl er einn af þessum ungu upprennandi keilurum. 17 ára og hörkuspilari. Snýr alveg helling. Já, og eins og við sjáum, það er rosalega mikið að gerast í keilu pindekkinu þegar kúlan fer í þetta. En við skulum vonast í þess að þetta verði spennandi leikir alla leið. Því að það er ekkert gaman að leikur sér búinn í 15 ramma, sko. Ásgeir með fína 9, en nú bara þarf að loka því og allt jafnt. Já. Og allt jafnt. Og einn knock-á, það bjargar öllum maður. Katrín Fjóla undirbýr sig vel. Já, fínt kast. Síðan Linda og þessi þarf að beygja. Og Linda fellir. Þetta puðaðist niður hjá henni. Þá hafa þau tekið aðeins forystu, Linda og Gunni. Linda með 2 fellur og Katrín Fjóla með 10 eftir. Mætti að vera svona nokkuð solid. Hanga. Já, það er rétt. Vel gert. Gunnar. Og næsta rútumóti kemur inn. Já, þetta var ekki vafi. Þetta var ekki vafi á því. Ásgeir Karl. Eina spurningin núna er hvort að spennan sé eitthvað mikil, en Ásgeir Karl kastaði bara nákvæmlega eins og ég held að myndi gera á hann. Vel kastað, vel framkvæmt, góð slepping. Út af þetta gengur það. Þannig að Gunni og Linda aðeins yfir. En 2 rammar er ekki neitt. Það er Linda. Og þéttur verður hann. Já. Katrín, þú þarft eiginlega að fella til að halda allri pressu. Já, vel gert, kemur. Já, og þetta var vel gert. Og Linda klára sitt. Hlifti frá maður. Þetta var vont. Nú jafnaðist leikurinn aðeins, sko.
Ásgeir Karl. Vel gert. Úff. Þetta var gott kast. Þannig það eiginlega rannsóknarefni af hverju tían stendur svona stundum þegar alveg öngullinn eitthvað aðeins rangur þegar hann kemur inn. Gunnar vel gert. Já. Jep. Þetta var allan tíman. Ásgeir að ná sér inni. Það byrjar svona í róleitanum hjá þeim. Þau eru aðeins yfir Gunni og Linda. Þó að Linda hefur opnað þá Gunni með 3 fellur. Þannig að aðeins yfir. En að öðru leyti þetta bara nokkuð jafnt. Linda. Þetta var gott kast. Falleg fella. Katrín. Já. Katrín tengir, það bara jafnaðist leikurinn aðeins. Það Gunnar. Það þarf að svara þessari tengingu hjá Katrínu. Þetta var ekki gott maður. Þá bara að gera gott úr því, sækja það. Ásgeir Karl þarf að fá fellu, hann búinn að fella einu sinni á 19 og svo með 9 feikjur á 20, þannig að nú hann á 19. Skulum vonaðast til þess að setja bara í fellu. Þéttur. Já. Hann fellir á 19 og svo finnur hann þetta á 20. Þetta bara smá millimetra spursmál. Gunnar, maður sá það aðeins hægði á sér, þannig að hann vildi örugglega beygja honum inn. Við erum eitthvað í vandræði með myndavélina, bakmyndavél, hún virðist detta út hjá okkur. Þannig að við erum bara með sjónarhornið að framan, þannig að ég reyna að lýsa fyrir ykkur hvað gerist. Linda núna upp á og hún kastar fítbolti. Það maður sinn 8, eftir stendur 16 og 10. Hún klippti áðan 16 og 10 á sömu braut, þannig að við skulum vona að það ekki farið í hausinn á henni. Katrín Fjóla með gott kast. Vel gert, þetta var vel gert. Vel kastað, Katrín Fjóla. Já, Linda lokaði sínu. Katrín Fjóla fekk fellu, Katrín með fellu, feikju 3 fellur, mjög gott. Ásgeir Karl með feikju, fellu og nú var gaman hjá honum ef hann lagaði aðeins bara 20 þannig að hann næði fellu. Hann bara búinn að feikja þar og hann kastað og bolti kemur inn. Rétt að skilaði því, hann fann það. 2 köst í röð sem bara 9 feikja og svo bara fann hann út úr því. Þess vegna hann góður keilari. Og Gunni, þannig að leikar hafa aðeins jafnast. Og Gunni með fellu. Þannig að ég kem inn eftir smá þegar það eitthvað smá vissinn á myndavélunum.
Selaftur. Smá duttu vélarnar út hjá okkur og önnur vél alveg úti, þannig að þetta smá vesen. En við reynum að finna út úr því að Jói hann finnur út úr þessu. En Katrín Fjóla með 9 og Feykju og Linda með 9 og Feykju. Já. Þannig að Katrín Fjóla með 129 í 7. ramma. Linda með 105 í 7. ramma. Þannig að Katrín Fjóla á 24 pinna á Lindu. Ásgeir Karl, hann í fínum málum. Hann með 90 í 5. ramma og Bellu í 4. ramma. Þannig að aðeins eftir að breyta þjóðanum. Og hann kastar, þetta gott kast. Új, þetta var rosalegt. Skátahöfðinginn var þarna bara í öllu sinni veldi og hendist þarna að 10-unni en hitt hann ekki. Þannig að og Gunnar þarf að fella og gerði það. Þannig að þau taka aftur. Nei, þetta alveg nýjafnt. Þetta mjög jafnt. Ásgeir tekur öfugansnúning núna, ekki rétt. Kasta frá hægri til vinstri. Þarna og svo veður hún inn í pinnan. Þetta vel gert. Hann búinn að ná mjög góðum tökum á því að taka 10-una svona öfugt. Katrín Fjóla byrjar, hún með Feykju á undan 129, þannig að hún ætti að fara í 138 til 9. 89, hún felldi. Linda þyrfti að svara þessu með fellu. Nei, hún skilur eftir Glennu 5-una og 7-una sem reyndar yfirstíganleg en hún alveg erfið sko. Ásgeir gerir sig kláran. Þetta var þétt. Við sjá Linda, nei, hún þess ekki. Új! Heyrðu, hún fór vinstra með 5-una og var rétt nærri búin að ná 7-unu líka. Það hefði nú verið magnað. Ásgeir Karl ber aftur í öfugansnúning, hann á 6-una og 10-una eftir. Og já. Gunni þarf náttúrulega að fella núna, hann Linda já, 122, Gunni þarf þess að fella. Já. Datt seint en datt þó. Þannig að þetta var alveg nauðsynlegt fyrir leikinn hjá þeim. Gunni með 3 fellur, Feykja 3 fellur. Katrín Fjóla og Ásgeir með 286 og 279 hjá Lindu og Gunna en nokkra saman, þannig að þetta mjög jafnt. Og Linda með fína bolta, 9-10 eftir. Þetta rosalega jafnt. Katrín Fjóla með fellu á undan, þannig að fella núna myndi hjálpa mjög mikið. Að sjálfsögðu hjálpa það að fá fellu, mann með fellu á undan. Og þetta lítur vel út. Þetta leit vel út bara. Þetta var vel gert og nauðsynlegt fyrir þau. Og Linda tekur sína.
Gunni þarf að svara þessu því að þau eru bara, þetta er rosalega jafnt sko. Ásgeir Karl, hann er með feikju og kastar vel út. En nýja sendur. Gunnar er búinn að eiga eitt lélegt kast sem var virkilega lélegt og það var 7. Og það kom annað sem var ekkert sérstakt, en ágætt. Og hann skilur 9 eftir líka. Þeir eru báðir með 9 eftir. Þannig að Ásgeir byrjar og hann tekur bara venjulegt skot. Ekkert öfugan snúning á þetta. Gunnar, nú getum við séð nokkurn veginn hvernig staðan er sko. Nú er það öðruvísi. 318, 325. Katrín og Ásgeir eru aðeins yfir. Uh, 15 pinnum cirka bát. Og það er að Katrín er með 2 fellur. Og Linda fær 9 og 10 stendur. Það var að Katrín. Og hún fær 9. Og 5 stendur. Það er alltaf gott að eiga 5. Linda tekur sitt. Linda er með 151 í 9. Katrín 4 197 ef hún lokar þessu í 9. Þannig hún á 40 pinna. Gunni er með 30 yfir Ásgeir. Þannig að þau sérst eiga 10 pinna. og sótti þetta. Og Gunni. Wow. Þetta voru tvisvar sinnum fór hún og sparkaði í 10. keilan. En tókst ekki. Ásgeir þarf bara að loka þessu. Þetta eru 11-12 pinna munur. Sem að Katrín og Ásgeir eiga. Og Ásgeir fellir. Gunnar náði sínu, en þetta munar einhverjum 12 pinnum. 374 Katrín og Ásgeir og 356. Já. Og Ásgeir kannski með fellu, þannig að þau geta klárað þetta sjálf bara í róleitunum. Því að hinn verða að gera eitthvað stóra rósir sko. Linda með 9 og getur endað í 180. Og Linda á eftir fjarkan. Er eitthvað að plaga Katrín Fjólu nöglinni eða hnúanum? Það er eitthvað sem að blæs mikið á hendina á sér. Þannig að þetta er svona rök.
Það er eitthvað í baugfingri sem að ergja hana og baugfingur náttúrulega settur í kúluna þannig að það hið versta mál. Þetta eins og sagt það að tala sig í gegnum sársaukann. Og þetta vel gert. Það var virkilega vel gert. Hún fékk fellu. Linda með 178. En Katrín Fjóla stendur bara í 230. Gunni getur farið í 245. Við erum 228 stefnur hún í. Það munar 20 pinnum á þeim. Gunni fellir, Gunni er ekki búinn að gefast upp. Það veit að þetta er ekki búið fyrir að þessi síðakjólinn kemur fram og syngur. Og Katrín lokar sínu. 228 af Katrín Fjólu, góður leikur, mjög góður leikur. Það er eitthvað hjá hana í þumalpönt í baugfingri. Ásgeir þarf bara góða leif. Aðeins meira en góð leif. Hann felldi þannig að þeir vinna fyrsta leikinn. Þau vinna það, Ásgeir Karl og Katrín Fjóla. Og þá er bara í hlaði í annan leik. En ég kem eftir.
Herru, við erum komin í leik 2. Það er svona, já, það er bara svona fellukeppni. Linda með fellu, Gunnar með 7 á feikju, Katrín með fellu og Ásgeir með fellu. Það var kast 2, 5 eftir á Lindu eins og við sjáum. Og það var Katrín Fjóla. Og þetta er utarlega. Þetta var utarlega. Linda sækir stakapinnan Katrínu með aðeins leiðilegri glennu. Þetta er tvisturinn og 10. Það er ekki eins skemmtilegt. En þetta er hægt. Það er hægt að sækja þetta og ef ekki hvenær núna. Nálægt var það. Nálægt var það. Það þurfti aðeins utar eða nokkra snúninga í viðbót. Þetta var gott tilraun. Gunnar. Það er skilað. Fín fjalla. Linda og Gunni með loka. Nú er þetta bara jafnt í rauninni. Nú það bara vorum sig að vinna 2 leiki. Því að Ásgeir og Katrín Gunnar, þeim tókst að vinna fyrsta leikinn. Það léttir á Ásgeir Katrín með fína fellu. Fína fellu. Og Linda. Nei, það var ekki alveg að gera sig. Katrín. En þetta er ekkert slæmt. Það vill stundum vera svona að skilja eftir staka keilu þegar köstin eru góð. Það er alltaf jákvæmt þegar köstin eru góð, þá veit maður að dettur fyrir þessu. Já, Katrín tók þetta. Gunnar. Já. Gunni tengir. Þetta er alveg í járnum. Ef Ásgeir tekur eina í viðbót þá eru þau aðeins yfir. Örlítið. Það er vel út. Vel gert. Og vel kastað. Linda, já, þetta lítur betur út. Nei. Þessi erfitt er Lundunni. Katrín á með fína 9 áðan. Og fínt kast. Fínt kast. Linda lokaði sínu.
Katrín og Ásgeir eru aðeins yfir. Örlítið. Ásgeir hlóð í aðra. Gunni verður að svara þessu. Það er ekkert sem heitir annars. Já, aðeins dragast aftur og þetta ætti ekki að vera flókið fyrir Gunnar að segja þetta. Þau eru aðeins á eftir, það er verið að spýta í. Þau eru með sko 135 á bæði með lokað. En Katrín og Ásgeir eru með 148 og Ásgeir er með 4 sekúndur. Katrín með 11, þannig að þetta getur aukist enn meira bilið. Brekka verður alltaf lengri og stærri. Já, vel gert Linda. Fínberla. Katrín. Vel gert. Hún hlóð bara í aðra. Gunni þarf bara að fella, það er núna eða aldrei. Nei. Það stefnir í sigur hjá Ásgeiri og Katrínu í þessu leik. Það er alveg að hlaða vel í byrjunina. Setti bara í aðra. Það eru komið 5 í röð í honum. Og 2 þarna tenging hjá Katrínu. En þau eru í rosalega fínum málum eins og staðinu núna. Gunni fær bara 9, þannig að það dugar ekki til. Ekki því að andstæðingar gerir ekkert annað en að fella. Ja, Linda, hún þarf að setja hérna. Koma, beygðu. 10. En þetta var fín leið út úr þessu, ég held að það væri meira. Linda missir 10 sína. Það slöknaði á salnum. Einhver er að Já, það er svona, það er almenningskeila líka og þeir eru að lappa inn á brautina og hérna fara í geisla sem slekkur á öllu. Þetta er svona því miður
Ja, Katrín Fjóla lokar ekki sinnu. Þetta er vont til að stekna svona hvert í einhverju rytma. Gunni fær ógeðslega glennu og það skleknar á öllum salnum. Það er vont. Þau opnuðu bæði Sjöllaramar, Linda og Gunni. Þannig að þau eru með 209 og aftur á móti Ásgeir og Katrín Fjóla eru fínum málum. Og sjötta kalla hjá Ásgeiri. Þau eru með 270 pinnum yfir. Í sjötta ramma. Þannig að það er ekki auðvelt. Katrín. Ok. Það kom allavega 9 át úr þessu. Linda er of utarlega. Þessi bolti var aldrei leiðinn inn. Katrín sæti þessu stöku sem væri náttúrulega alveg nauðsynlegt. Linda bara á asabolta. Það er það Brúkli. Tekur það. Nú viljum við að Ásgeir haldi áfram. Við viljum bara fá meira. Frekjumst við bara aðeins. Láta þessar 6 ekki duga. Bara frekjumst í að fá einu viðbót. Og ég sé núna hvað hefur verið að ergja Katrín Fjólu. Það er sár á baugfingri hjá henni. Þannig að núna er hún að reyna að setja lakk á þetta til þess að reyna að gera einhverja húð yfir þetta. Það er vont að fingurinn sem fer onni í kúluna sem sár á honum. Þetta er löngulega, já, hann er svona sár og löngutöng. Ásgeir, alltaf bara áfram. Já. Vel gert. Hún á 7. Gunni tekur öfugsnúning á 10-una sína. Já. Það er smá deyfð yfir Lindu og Gunna á móti allt gengur upp hinum megin. Þannig að það er bara næsta mál. Nú viljum við bara að Ásgeir fá í aðra fellu og svo sjáum við til. Já, vel gert á Lindu. Þær stelpurnar eru mjög svipaðar. Aðeins munur á strákunum. 9 á Katrínu, 5 eftir. Gunni var að kasta pörpolboltanum sínum. Nei, ekki alveg að gerast.
Ásgeir, hlöðum hérna. Við viljum þessa nummer 8. Gunni tekur öfast út ykkur Glenna. Mist hann. Já, þetta gengur ekki alveg nógu vel þar, en aftur á móti gengur ljómandi vel í Ásgeir og Katrínu. Ásgeir gefur sér góðan tíma. Já, vel gert. Vá. Já, þetta leikurinn eiginlega svo til búinn. Ef hann ekki búinn, þá hann alveg við það að klárast. 340. Sjá, þetta tekur öfasnúning á 10 og tekur hana náttúrulega. Sko, 342, 266 og áður með lokað hjá Ásgeiri og Katrínu en Gunni með opið. Þannig að, já, ég held að þessi leikur sé kominn. Þannig að ég gef mér bara pásu og kom inn svo í 3. leik sem gæti orðið úrslitaleikurinn. Ef við sjáum til.
Staðan 2-0 fyrir Ásgeiri og Katrín Fjólu. Við förum inn í þriðja Linda með Fellu, Katrín Fjóla með Glennu. Nú að duga að drepast fyrir Gunna og Lindu því að ef Ásgeir og Katrín Fjóla vinna þennan leik þá eru þau Íslandsmeistarar para. En Gunni ætlar örugglega ekki að láta það gerast. Þannig að berjast fyrir því. En væntanlega eru brautirnar aðeins farnar að þorna núna. Það skal við sjá til. Vel gert, vel gert. Það var nú ekki langt frá því. Þetta var vel gert. Já, ég fór að ræta þessu Katrín Fjólu, hún er með sár á puttanum og hérna á ég mjög erfiðleikum með það þegar ég næri ekki að setja lím á það flegnar af, þannig að hún ætlar sér bara að kasta í gegnum sársaukann og Ásgeir byrjar á feikju, þannig að það er allt í járnum, þannig að þetta er fyrsta ramma. Sjá hvernig. Það er vont þegar maður finnur til í því að setja puttana í kúluna. Það tekur rauninni athyglinna í sársaukana, þannig að ef hún getur andað sig í gegnum sársaukann þá hérna getur hún haldið áfram. Því að þetta er vont, þú getur bara orðið verra og maður er bara að vita það, þetta var fínt gert. Já. Hún þarf bara að loka og treysta á Ásgeir haldið áfram að fella. Linda, þetta var auðvitaðlega. Já. Það er helst ef hún getur leitt hugan að því að sársauki sé ekki eðilega fyrir henni. Þegar hún er að skreppa við, hún er að gera fína hluti. Hún bara treystir hún á makkarann sinn að fella og ef hún bara feikir þá er það í góðum málum. Ásgeir gefur sér alltaf alveg feikilega langan tíma. Það er bara einn langan tíma og hann má. Hann þurrkar, hann er svona, kannski ekki kæk, en hann er með svona trendin þegar hann stillir sig upp. Hann þurrkar þrisvar sinnum af vinstri hendinni á raskindunum. Og hérna, hann gerir þetta alltaf. Það er málið, sko. Það er alltaf að gera þetta eins. Alveg sama hvað þú gerir, gerðu það bara eins. Og þá gengur það ágætlega. Gunni fékk 10 upp, þannig að Gunni náði ekki að tengja þetta saman. Og hann misti það. Já.
Þetta var óvanlegt hjá Gunna, ja, en það gerist allt og utan að Lindu. Það munar samt ekki miklu var. Já, hún ekki að kasta eins og hún gerði, sko. Linda lokar. Katrín Fjóla með leiðilega Glennu, 6-7-10. Þetta þarf að vera, hugsa bara að taka tværi, það er bara, já, vel gert. Gunni þarf að fara svolítið vel til vinstri og hendir kúlinu út. Ásgeir með fellu undan og hann geti komið í alveg fína stöðu, sko. Býtu vel út. Það er bara þarna. Þannig að þetta er ekki auðvelt. Þetta er bara jafnt núna. Gunni er með 1 opinn, Katrín Fjóla með 2 opna og Ásgeir með lokað, Linda með lokað. Þannig að þetta er mjög jafnt. Já, samkvæmt mínum útreikningi þá eiga Linda og Gunni svona cirka 13 pinna. Með því skilyrði, já, 13 pinna. En Gunni er aftur á móti með fellu og getur tengt þetta. Já, það myndi vel út. Já, vel gert. Það var fínt kast. Og Linda, já, skriður inn. Oj, 10 eftir. Já, þetta er bara nýjaft. Katrín Fjóla feldi og halda þess aðeins. Eftir að við búin að 2 opna. Ásgeir. Aðeins farið að breytast. Já, Linda tekur þessa. Vel gert. Og já, þetta eru ekki nema 4 pinnar. Þetta eru 14 pinnar. Ef að Gunni bara lokar. Já, Ásgeir lokar þessu. Vel gert. Ásgeir og Katrín eru með 113 í 4. ramma og bæði með lokað. Gunni og Linda eru með erfitt kast hjá Gunna. Þau eru með 124 cirka, þannig að og 4
126, 113, 113 pinnum. Allir með lokað, en Katrín Fjóla með fellu, þannig að hún getur sótt alltaf af þessum pinnum sem þau eru undir. Og fínt kast. Og 3 amigos. 3 amigos. Katrín Fjóla felldi bara. Hún náði og Linda missir. Nei, hún náði. Það er alltaf gott þegar ég er að spá svona, þetta er alltaf vitlaust. En ég þykist það að vita á þessu, svo veit ég ekki neitt. Gunni, þarna jafnaðist leikurinn, þetta er bara orðið jafnt. Þetta var ekki gott. Ásgeir, þú þarft bara að hugsa það að spila betur en Gunni, því að Katrín virðist vera að sækja á Lindu, þannig að það var allavega eins. Það var bara góða leif, það varst í fínum málum. Þetta er rosalega góð leif. Góð ferla. Þetta er kannski, þetta eru leifarnar sem menn vilja eiga. Það er akkurat engin. Þetta er ekki alveg að gera sig á Lindu og Gunna, en Katrín og Ásgeir halda áfram, spila bara fína kælu. Þegar maður spila vel þá á maður skilja að vinna. En það hefur aldrei verið sanngjarnt neitt í íþróttum, þannig að það verður rosa gott ef að Katrín setti eina í viðbót. Þess að stíga svona skrefi til þess að ná yfirhundinni. Og þetta lítur vel út. Þetta leit vel út, maður. Vel gert, vel gert. Og Linda fær 10 uppi. Þau eru bara róleitum að stinga af. Á meðan Linda og Gunni fá ekki fellur og hinni fá fellur og þá veitum við nokkurn veginn hvernig leikurinn endar. Ásgeir, þetta var ekki gott. Þetta var bara allt of innarlega. Hann sótti leifakóluna í töskuna. Hann er ekki notað leifakóluna neitt. Svona á að spila þetta. Gunni þarf bara fellu. Tían alveg pin first. Vel gert, vel gert það, vel gert. Vel gert. Þetta var virkilega vel gert. Framkvæmdin glæsileg. Þetta er kastið sem að þurfti. Þetta var vel gert. Já, þetta skipti rosalega miklu máli að sækja þessa stóru glennu. $189, 203 pluss, já, þau eru komin alveg 30, góðum 30 pinnum yfir, sko.
í úrslitaleik að taka sér Glennu og gera hana svona vel. Já, það er bara yndislegt. Það er gott ef Katrín héldi þessu bara áfram, við erum ekki að fín nýja. Fyrsturinn, þetta er auðvelt. Linda, nei, það er ekki alveg að hitta á þetta. Ekki alveg, þau eru einhverjum 40 pinnum yfir. Og það styttist í þetta, hún er komin í ramma 7. Já, við þurfum að sjá þess að Glennu oftar en einu sinni, oftar en tvisvar, þar sem þetta er til á teipi. Þetta var svo vel gert hjá hann. Linda sækir sitt. Já, fínt kast. Komið á 227. Það er alveg 30 pinna munur, sko. En það verður að fara að koma fellur hjá Gunna og Lindu. Þá kom svo fyrsta. Nú þarf að byggja á hana þessu ef það þarf að vera með í þessari baráttu. Já, vel gert. Hann þarf ekki að gera neitt eftir þessa góðu Glennu, bara að loka. 251, 227. Þetta er alveg hægt að vinna þetta upp. Og nú eru bæði Katrín og Ásgeir með feikjur en Gunni með fellu, þannig að Gunni verður bara að setja aðra í. Já, lítur vel út. Já, leit vel út. Skilaði sér mjög fínt. Linda. Nei. Við sjáum það alveg að það er farið að þorna hann og aðeins erfiðara með þetta. Þetta er aðeins farið að vaða meiri inn. Þannig að, nei, þetta var ekki gott myndalega. Gunni hefur enga kosti í stöðuna annað en að fella. Þegar Linda opnaði líka, það gerði málið ekki léttara. Við erum komin í 8. ramma. Þetta er vel gert, aldrei vafi. Þau eru að spila fínt, Katrín og Ásgeir, bara fína kellu, því að hinni verða að sækja, sko. Og sjá hvað Gunni gerir. Nei, tíðan stendur. Þarna var það eiginlega að koma að fella, sko. Já, ég skil það vel, Gunnar Þór. Þá veltur allt á 9. rammanum. Katrín fjárlega með fellu.
Ég segi ef hún fellir núna, þetta sko, þetta eru 35 pinnar cirka og bara 2 ramar eftir. Það er mikill munur þegar svona lítið er eftir. Byrju, Linda með fellu. Það er eina leiðin. Því að þau verða að sækja þessa 60 pinnar sem eru í boði. Katrín Fjóla með fína 9. Ok. Þetta er ekki alveg búið. Gunni fellir núna. Þá erum við aðeins að sjá svona smá breyting á þessu. Já, þetta er möguleiki. Já, þetta var möguleiki. Heyrðu, það er allavega möguleiki fyrir Gunna og Lindu að hérna sækja þetta því að það sem eru bæði með fellu. Katrín verður að loka þessu. Hún hefur ekki aðra. Já, hún gerði það. Þetta er að verða bara hið mest spennandi leikurinn. Skulum sjá hvað Ásgeir gerir. Ásgeir er búinn að vera í smá vandræðum að því leytinu til að hann er ekki að fá jafn mikið af fellum og hann fékk áður. Eingöngu vegna þess að brautirnar eru farnar að breytast, það er farið að þorna og hann er að snúa mikið. Þannig að boltinn vill fara beint á nebbann og hann þarf að koma hann aðeins utar. Þarna fór hann utar. Og tían var eftir. Ok. Það er ennþá möguleiki fyrir Gunna og Lindu. Þetta munar ekki nema einhverjum 30 pinnum eða svo og það eru 60 pinnar. Það er alveg hellingur eftir í þessu sko. Linda getur náð 200 og Gunni getur náð 190. Já. 390 geta þau fengið út úr þessu. Hinn geta siglt þessu í 400. En það er með því að fella út. Byrjum bara á einu skoti. Ef Katrín fær fellur núna, þá eru þau í bílstjórasætinu. Fær 9. Ok, þannig hún á séns á 190. Linda verður að fá fell. Hún bara verður að koma inn. Eða hún bankaði í fjarkan. Gunni verður að fella út. Til að segja minnsta möguleika. Það er að segja ef að Katrín Fjóla lokar ekki þessu ramma. Nei, hún lokar þessu vel. Linda lokar sínu. Linda getur farið í 180 og Katrín í 190 og 2, þannig þá er það 12 pinnar og Ásgeir á 20 á Gunna nema Gunni á fellu. Þannig að þetta er bara ekki búið. En þau fara langleiðina með þetta. 190. Og Linda þarf fellu núna, þá munar 10 pinnum af þeim, það eru 180. 179. Þannig að 11 pinnar, 20 pinnar sem Ásgeir á, en Gunni með fellu. Ef Ásgeir fellir núna, þá ætlum ég að segja að þetta sé búið. Ef hann aftur á móti fellir ekki, þess að hann er bara með 2 fellur í leiknum, þá á Gunni séns.
Og hvað gerir hann? Hvað gerir hann? Hann feldi. Ég held að hann hefði bara verið að tryggja þetta hana. Þetta var nauðsynlegt. Þau geta farið í 390 og 380 fara Gunni og Linda. Æ, game over. Íslandsmeistara para 2025, Ásgeir Karl Gústafsson og Katrín Fjóla Bragadóttir. Svo einfalt það. Og Gunni veit að manna best. Þetta var ekki það sem hann þurfti. En myndirnar halda áfram. Ég lík þessi núna þar til næst. Hörður Ingi kveður, verið sæl.